Jæja, við erum mætt hingað aftur og ég komin með hann Kristján Daníelsson sem formaður Badmintonsambandsins. Vertu hjartalega velkominn. Takk hérlega. Hvernig gengur mótið hjá ykkur? Það gengur rosa vel. Þetta er stórt mót, virkilega stórt í ár og en það gengur rosa vel en þetta er langi dagar. Já, hvenær byrjaði mótið hjá ykkur? Sko, það hófst með undankeppni á fimmtudaginn og þá voru 94 leikir, spilaði frá 9 morgunin til korter yfir 11 kvöldið. Já, það er ekkert annað. Og í gær voru síðan 32 liða úrslit í öllum greinum og það var annar eins dagur. Það var spilað til rétt fyrir 11 frá 9 morgunin, rétt 100 leikir. Sæll, það er ekkert annað og mótið í fullum gangi núna, er það ekki? Það er í fullum gangi, núna er verið að spila 16 liða úrslit, byrjaði kl. 9 í morgun og það er spilað svona cirka til 4 og strax í framhaldi þá byrjum við í 8 liða úrslitum og síðan er undanúrslit í fyrramálið kl. 9 og úrslit kl. 4, þannig að þetta er bara non-stop, þetta er langi dagar. Allt í gangi, og hvað eru margir keppendur á þessu móti? Þetta er stórt mót, það hefur búið að vera mjög stórt mót hjá okkur undanfarin ár. Við hófum þetta mót eins og við í kannski aðeins öðruvísi formi, en þá var fyrsta mótið 91 og í fljótu bragði þá var þetta að segja 2011 voru 26 erlendir þátttakendur, 2012 53 og mest höfum við verið með 302 erlenda þátttakendur og þeir eru 240 ár, þannig að þetta er til að stórt mót, þannig að heildarfjöldi þátttakendur er 275. Já, það er ekkert annað. Og frá þá mörgum löndum? Sko, þetta er nefnilega mjög alþjóðlegt mót. Já. Þetta er hluti af alþjóða mótaröð Badmintonsambandsins, alþjóða Badmintonsambandsins. Við erum með keppnir frá 6 heimsálfum, 43 löndum og það er Nýja-Sjáland, Ástralía, Víetnam, Indónesía, Suður-Afríka, El Salvador, Bandaríkin. Það er bara alls staðar. Og af því þetta er hluti af þessu badminton, Badminton Europe, eða svona... Já, þetta er hluti af mótaröðinni, styrkleikjaröðinni, sem þýðir það að þetta gefur stig á alþjóða styrkleiklistan. Þannig að það eru margir sem koma á mót og eru að safna sér stigum í einhverju vegferð, hvort sem það er inn á Evrópumót, heimsmeistaramót eða ólympíuleika. Og hvernig er Íslendingunum búið að ganga á þessu móti? Við vorum með 35 Íslendingar sem hófu keppni sumir í fleiri einni grein og við erum með núna í 16 liða úrslitum, þá eru 8 lið að keppa. Og því lýkur núna seinnipartinn í dag. Og þið eru með 3 greinar, passar það ekki? Jú, við spilum í einliða leik og tvíliða leik karla og kvenna og einliða leik karla og kvenna og síðan erum við í tvendaleik. Og Íslendingarnir eru þeir að keppa í öllum þessum greinum eða núna komin áfram? Við erum komin áfram, því miður komum við engum Íslending áfram í einliða leik. Nei. En við erum með Íslendinga bæði í tvíliða leik karla og kvenna og tvendaleik. Og badminton er ótrúlega vinsæl íþrótt í heiminum og heimslistin er mjög stór og þannig að bara til dæmis í einliða leik karla og kvenna er yfir 2000 einstaklingar á listanum sem eru að keppa og ferðast og keppa á hverjum tíma, þannig að það er eins og við erum með þátttakendur sem eru á topp 100 í heiminum og töluvert marga í mótunum sem eru á topp 200 í heiminum. Já, það er ekkert annað, þannig að þetta er stórt og skemmtilegt mót, segir ég. Þetta er bara rosalega gaman, það er mikil stemming. Davíð og Kristófer sem eru okkar í dag, okkar bestu spilarar, eru eins og staðan er núna 169 heiminum en hafa náð alveg upp í 120, rétt rúmlega 120 og þeir eru að spila við lið frá Ameríku bara akkurat í þessum töluðu árum. Það er mikil stemming niður frá núna. Þið eru með mótið í TBR og geta allir komið að horfa? Það geta allir komið að horfa og það er bara, fólk er að koma allan daginn inn og út og fylgjast með leikjum og hvort sem það eru útlendingar, Íslendingar eða við erum með 30 Dani og við erum með 20 svisslendinga og 25 frakka. Já, það er búin að tellja þetta akkurat bara. Maður bara veit allt þetta því að það þarf náttúrulega að senda mótskjöld og hann er maður með nokkuð í puttunum. Frábært.
Við bara hvetjum þá alla, eða ekki? Já, mæti TBR og kíkja á okkur og fylgjast með mótinu. Endilega, það er rosalega gaman að horfa á badminton og upplifa bara hvað þetta eru frábæri íþróttamenn. Einmitt. Þeir eru líka með streymi, eða ekki? Við erum með beint streymi alla dagana frá öllum völlum og það er töluvert áhorf á það því að útlendingarnir eru tiltölulega eru mikið að dreifa, þannig að við erum með alltaf 60 til 80.000 áhorf hverju ári á þetta mót. Já, ok, það er rosalega mikið áhorf. Herði, ok, bara ég ætla að fara henda þér út, þannig að getur verið að horfa á strákana keppa. Ég bara takk fyrir það. Bara takk kærlega fyrir að koma. Minnsta mál, gaman að því. Já, herði, og við ætlum að fara beint í, ég sem sagt kíkti í TBR í gær og tók nokkur viðtöl og svo sýnum við aðeins frá því þegar ég kíkti á badmintonæfingu í fyrra líka. Jæja, núna erum við mætt hérna í TBR þar sem að badmintonmóti er í gangi og við erum komin hérna með hana Örnu Karni. Hæ. Hæ. Hvað segirðu? Bara geggjað. Já, bara ótrúlega gott. Herru, í hverju ert þú að keppa hérna á þessu móti? Herru, ég er að keppa í einliðaleik, tvíliðaleik og tvendaleik. Ok. Þannig að ég fór í alla greinar. Ok, og hvernig er búið að ganga? Herru, bara svona upp og niður. Já. Gekk mjög vel í einliða, reynda dottinn út og gekk ekki jafn vel í tvenda og ég vildi. Vorum í undanúrslitum fyrra en fengum bara frekar sterkt par í fyrstu umferð núna. Já. Þannig að það er bara svona. En svo er ég eftir að spila tvíliða á eftir. Ok, þannig að þú ert ennþá séns það? Já, ég er ennþá inni samt, sko. Ok, já. Þannig að það er geggjað. Já. Og hérna, hvernig bara er svona undirbúningurinn hjá þér fyrir þetta mót búið að vera? Herruðu, bara góður sko, ég reyndar að koma aðeins úr veikindum. Ok. Tók alla helgina á mánudag og þriðjudag heima landsinn, en það er bara svona búin að peppa með aðeins meira. Það er bara búin að sakna þess að spila, þú veist, maður spilaði ekki eina viku og þá maður bara að byrja að sakna þess að Ok, ekki. Þannig að ég er bara búin að hvíla mig í þetta skipti. Já. Þá vanlega æfi ég vel upp að því sko, en bara búin að vera mjög spennt. Þetta er alltaf geggjað sko. Já, ok. Og hvað er svona stendur alltaf upp úr á þessu móti svona hjá þér? Sko, það er náttúrulega bara ótrúlega gaman í fyrsta lagi að fá svona marga útlenska spilara til okkar. Ótrúlega gaman að sjá bara mismunandi spilara. Einmitt. Og líka bara stuðningur hjá íslenska fólkinu og bara stemmingin sem að myndast hjá allum, sko. Þannig að geggjuð. Það er geggjað, en bara gangi þér ótrúlega vel í lykilsmót eftir og bara have fun. Takk. Herru, við ætlum að kíkja hérna aðeins á mótstjórnina á badmintonmótinu, komið þið. Og hvað er svona skemmtilegt við þetta mót? Félagskapurinn. Þetta er bara geðveikir badmintonspilarar, þvílíkir leikir hérna og maður er bara æðislegt fólk, allt staffið, dómararnir, allir sem eru hérna, áhorfendur, þetta er bara geggjað. Það er bara allt frábært. Já. Maturinn, jú. Írar að gefa okkur að borða hér með flatköku með hangikjöti með engu smjöri af því ég borða það er hugsað svo vel mann og bara þetta er æðislegt. Ok, frábært, bara gangi ykkur vel hérna. Ok. Jæja, við erum mætt í TBR á badmintonæfingu. Við erum með hann Gústaf. Góðan daginn. Hvað segir gott, Gústi? Allt gott. Þú ert bróðir minn, er það ekki? Já, heldur betur. Og ætlar að taka með smá æfingu? Ég ætla að taka á góða æfingu. Já. Þú ert góð í badminton. Takk. Við tökum góða æfingu. Let's go. Ok, hitu upp. Já. Hlaupa 20 ferðir. 20? Já, let's go, áfram. Ok, ertu ekki heitt núna? 20 ferðir komið. Let's go. Byrjum að slá. Ég var eins og í badminton, en það er langt síðan ég hætti, þannig að... Herru, nú ætla ég að gera hérna netrúl. Ég ætla bara að kasta kúlum hérna og þú rúllar hann svona út. Herru, þessi var góður. Flott. Þetta er góð í þessu. Núna er forehand. Hey, wow. Geggjað, þetta er bara komið. Hérna, Gústi, fyrir fólk sem kann ekki badminton, hvernig, þú veist... Já, bara lengsta spurning sögunar. Hvernig vinnur maður badmintonleik? Maður þarf að vinna 2 lótur upp í 21. Þannig að segjum að ég vinni 21-10, svo aftur 21-13, þá er ég búinn að vinna. En segjum að ég vinni 21-3 og svo vinnir þú 21-16 á móti mér, þá er úrslita lóta, 8 leikur, 8 lóta. Svo sem vinnur upp í 21 undan. Í þessari þriðju lótu, vinnur. Já. Ok, Magga, nú ætla þú að smassa eða droppa. Ég ætla að gera háan. Koma, smassa. Nei. Hvað er þetta að gera? Viltu skipta um spað? Flott, Magga kom með nýjan spað. Þarna. Flott, Margrét.
Já, þetta allt annað. Vel gert, Margrét. Þú ert sigurvegari. Ég er komin svo lélegt badmintonform, sko. Ég þarf að æfa aftur. Gústi. Núna ætlum við að taka bara smá leik. Ok, let's go. Nú erum við að keppa í einliða. Þá er þetta hérna úti. En ef við verðum að spila tvíliða, þá verður þetta hérna inni. Æ, fuck. Æ, fuck. Gústi, hvernig stóðum við í dag? Þetta var... Ég sé þið betri. Já, ég er bara viðurkenni. Ég hef séð mig betri líka. Já. Takk fyrir einhverjum. Já, takk.